Við erum komin í Árneshrepp á Ströndum sem eitt fámennasta sveitarfélag landsins. En við skildum ekki vanmeta fámenni. Hér ótrúleg náttúrufegurð og gott að vera og hingað koma fleiri ferðamenn en á marga aðra staði á landinu. Man byrjaði að kynna okkur Hótel Djúpavík. Þú rekur hérna Hótel Djúpavík. Já. Hvenær tókstu við? Ég tók við, hvort ekki verið 2015, sem ég tek við af Evu tengdamáður minni. Hún hafði verið að hótelstýra hérna síðan 85. Svo kom ég hérna bara óvænt aðeins aðstoðunar 2014 og hérna, nei þetta hefur verið 2016 sem ég tek alfarið við hjá Evu og hérna, þetta var hérna í 2 ár áður. Það var ekki planið hjá mér að koma áður Garðabænum hingað en það var ekkert aftur snúið. Ég vildi ekkert fara tilbaka. Hvað heldur þér hérna mest? Það sé ekki kona mín, hugsanlega. Hún uppalinn hérna en jú, það er svolítið erfitt að útskýra. Ég er oft spurður að þessu og allt mitt fólk fyrir sunnan skilur ekkert. Ég held ég hef algjörlega mist vitið en þetta er erfitt að útskýra þetta. Það er einhvern veginn þessi einfaldleiki hérna sem að finnst mér vera mjög sjarmerandi. Þrátt fyrir þetta sé gríðarlega mikil vinna og ég hef aldrei unnið jafn mikið á ævinni, þá er lífið einfaldara hér heldur en í Reykjavík. Það er náttúrulega ýmislegt í boði hérna og mér hefur fundist svona undanfarin 2 sumur þar sem að meirihlutinn yfir Íslendingar manni finnst svona Íslendingur vera að uppgötva þetta svæði og þá er þetta náttúrulega gönguferðir og ljósmyndun og hérna og svona ef maður hugsa orðið frí þá finnst mér það svona maður kannast það bara við á eigin reynslu að fara í frí þá kemur maður oft þreyttari tilbaka eftir frí heldur en maður var áður en Árneshreppur hefur einhvern veginn upp á að bjóða bókstaflegt frí. Þetta er rosalegur það er svona ró og kyrrð yfir öllu hérna og þú nærð bara einhvern veginn að kúpla þig úr 4. og 5. gír í hlutlausamrinu hérna. Og þannig að ég held að það sé svona okkar aðalsmerki er bara að helst að henda símanum frá sér og bara njóta þess að vera hérna. Sko hér í Djúpavík bjóðum við upp á, við erum með hérna stórt og mikið húsnæði, gömlu síldarverksmiðjuna hérna fyrir aftan okkur og hérna þar erum við með hérna leiðsögn í gegnum verksmiðjuna sem er gríðarlega vinsæl. Þetta er svona 90 mínútna leiðsögn sem er farið í gegnum sögu staðarins og gamlar ljósmyndir og fleira. Þetta er svolítið svona okkar flaggskip, myndi maður segja. Svo er náttúrulega mikið af sérstaklega skemmtileg gönguleið hérna Djúpavíkur hringur og hérna við erum að leigja út fjallahjól hérna fyrir fólk. Þökk sé fram Árneshrepp, við fengum styrki í fyrra fyrir það hefur verið að reyna að finna svona heilbrigðar afþreyingar hérna og einnig fengum við styrk fyrir kajakkaupum og við vorum nú bara að fá í gær og nýja kajaka sem við leigjum út hérna. Þetta er það sem við getum boðið upp hér í Djúpavík og svo fyrir norðan er frábært safn Kört í Árnesi, svona handminja og sögursafn og hérna og svo lengra þá erum við að tala náttúrulega höfnin. Það er kaffihús og verslun og Krossneslaug er hérna og svo er boðið upp á bátsferðir upp á Hornstrandir og þannig að það er alveg hægt að finna sér það er hægt að eyða mörgum dögum hérna og það er eiginlega markmið okkar svolítið núna að fá fólk til að stoppa lengur. Segðu mér aðeins með fossinn, hann er svo magnaður. Já. Hvað gefur hann þér? Þessi foss er alveg magnaður. Þetta er náttúrulega algjör forréttindi að vakna á hverju morgni og líta undir gluggann og horfa hérna út í fjörðinn og út í fjörðunum og svo á fossinn hérna og hann breytist mikið og á veturna frýs hann og þá heyrist ekkert. Ef þið finnst vera rólegt hérna núna þá ættir að koma inn á veturnar. En svo vaknar hann og hann er svona þokkalega vatnsmikill núna, er búið að vera mjög hlýtt og hlýir vindar. Og þetta er náttúrulega ótrúlega fallegur foss og heitir nú bara Djúpavíkurfoss, einfalda nafni. Myndar svona X og maður er svolítið montinn að hafa þetta hérna í
garðinum hjá sér, sko. Gaman þegar fólk kemur hérna niður eftir veginum og sér hennar foss. Þetta svona vá-upplifun. Já, þetta það. Eigum við ekki bara að fara aðeins í fossinn og leyfa fólki að njóta með okkur? Ég hef hræddur með það. Ég held það. Hér í mjölganginum í verksmiðjunu eru haldnar sýningar sem standa í 3 mánuði á hverju ári og það er óhætt að segja að það komast færri að en vilja til þess að sýna hérna. Enda hvergi í heiminum held ég annað eins sýningarrými og hér. Hvernig er svona bara svipurinn á fólki þegar það kemur inn í þessa verksmiðju? Það er eiginlega frekar betri spurning hvernig er svipurinn eftir að þið fara út úr verksmiðjunni. Þegar maður tekur alveg eftir því að svona þegar maður hefur farið með fólki gegnum verksmiðjuna hérna með leiðsögn og segja þessa vildu sögu í kringum þetta og þetta er alveg mögnuð saga í kringum þessa verksmiðju og kringum hennan bæ að þá einhvern veginn hækkar öll svona virðing fyrir þessu öllu hérna og ég líka að segja þeim að þetta snýr ekkert bara á síldarárum, þetta snýr líka á geðveikinni sem að tengdafóreldrar mínir þegar þau komu hérna 84-85 sko að standa í þessu ströggli að vera með hótel svona á þessum stað og hérna og þau koma alveg inn á hótel oft eftir svona túr og alveg eins og þau sjá stjörnur þegar þau sjá svona Evu eða Ása sitja hérna við borðið sko. Þannig að fólki er alveg gáttað og þetta hús er náttúrulega bara eitt svona mesta byggingarafrek Íslands sögunnar. Byggt á réttum einhverjum 15 mánuðum. Ég eiginlega hristi hausinn ennþá yfir þessu því að þetta voru rétt rúmlega 20 menn sem handmókuðu grunninn undir þessu húsi. Og grunnflutur húsins er eitthvað starf á milli 6 og 7.000 fermetrar. Og þannig að þetta er alveg ótrúlegt að hugsa þetta, það var ekki veguringa, þetta kom allt með skipum og bátum og að geta, og við erum ekki heldur að tala um einhverja endalausa sólardaga eða þetta var gert í frosti og þeir voru með plan og þetta er ótrúlegt afrek að henda þessu húsi upp og ekki bara það heldur en að koma öllum þessum vélakosti hingað inn. Þeir tóku þetta úr skipi sem að strandaði við suðurströnd Íslands, fengu þetta bara á eitthvað klink og gert stórt og mikið gat á skipi og svo drógu þeir þetta úr. Húkkuðu þetta í annað skip, svo var þetta dregið til Reykjavíkur miðansjávar. Svo þegar þetta var komið til Reykjavíkur þá settu við svona einhverja tunnur undir sem þetta flautaðist betur og svo var þetta bara dregið í sjónum hérna alla leið til Djúpavíkur. Svo þegar þetta var komið loksins á ströndina þá fóru þeir að hugsa hvernig þeir áttu að koma þessu skrímsli hingað inn. Og þá rúlluðu þeir þessu eftir rekaviðströndum hérna, alveg með framöllu og notuðu talíur og hesta og menn til að rúlla þessu bara 60 tonnum. Og grófu svo hólu alltaf á 15 metra fresti út af þessum stút þarna. Það stúturinn efst uppi. Þannig að hann þurfti, alltaf þegar hann var að fara í jörðina, þá var komin stór og myndarleg hóla. Og svo var komin önnur hóla eftir 15 metra. Þannig að þetta er svona falin perla, en samt ekki. Þetta er svona, ég held bara Vestfirði yfir höfuð, hefur verið svolítið vanmetinn landsfjórðungur og hérna, en það góða við kannski Vestfirði er það að við erum heldur ekki að finna fyrir sveiflum, hvort sem það sé COVID eða góðæði. Þetta er svolítið svona bara alltaf eins, nóg að gera.